Sælverði, þá erum við komin aftur. Hann hérna, Þorsteinn Sigurjón Pétursson, Steini P. Sagði okkur ýmsar sögur úr skátastarfi og löggunni og ýmsu og ekki síst af æskunni á Eyrinni. Það kominn nýr flugmaður í Hvítamáva, kemur að austan, norðaustan. Ef þið hafið séð hana í vinnunni, þá það í Hagkaup á Akureyri. Ljósherð, snaggaraleg og alltaf að vinna held ég. Þórhalla Þórhallsdóttir. Velkomin. Takk hérlega. Þetta ekki rétt? Þetta ekki alltaf að vinna? Oft. Oft? Oft, já. Já. Það svo ég segi. Ef maður kemur í Hagkaup þá sér maður þig. Já. Það sjálfsagt að því alltaf að skipta mér öllu. En það ekki bara vegna þess að þú ert verslunarstjóri? Jú, en kannski vil ég frekar líka vera niður á gólfi með fólkinu. Já, með viðskiptavinnunum og með starfsfólkinu, hjálpa því og heldur að sitja upp á skrifstofu og benda. Já, þú vilt bara vera, þetta upplagið þitt, þetta vegna þess að þú ert vön svona vinnubröðum eða hvað þetta? Sennilega fyrir það að ég frekar gæti trúa því og mér finnst betra að vera á ferðinni heldur en að sitja kyrr. Já, þeir finnst það betra? Já. Hagkaup, hvernig var að beygja þetta? Er þetta Hagkaupi eða Hagkaupum? Hagkaupi? Já. Já, það eru Hagkaup. Já. Já. Hefur ekki fólk verið að sko velta þessu fyrir sér? Það búið að fara nokkra hringi held ég með beyginguna á Hagkaup, en það núna Hagkaupi. Hagkaupi, þannig að þú ert Þórhalla í Hagkaupi eða Hagkaupi. Bara Hagkaup. Í Hagkaup. Já, í eintölu nútíð. Já, akkurat. Eins og ég segi, ég sé þig mjög oft. Hvað ertu búin að vinna lengi þarna hjá þessu fyrirtæki? 34 ár. 34 ár? Já. Hvenær byrjaði Hagkaup á Akureyri? 1966 og ég byrjaði 1980. Já. Og í hverju varstu fyrst? Ég byrjaði upp í Gamla, sem ég kalla Gamla, í Tryggvabrautinni. Já. Og var þar bara í almennu störfum í áfyllingu. Já. Og svo flutti ég minnir í sem hét Norðurgata 62 á tímabili. Já. Og þegar nýja Hagkaup kom. Já. Og þar var ég í áfyllingu og svo tók ég með deildarstjórastöðu. Í hvaða deild? Í kjötinu. Já. Og ferskvörinni. Já. Og síðan 5 árum seinna þá var ég verslunarstjóri. Já. Og varstu bara ákveðin í því að halda áfram og sástu fyrir þér og yrði verslunarstjóri fyrir svona stóri verslun? Ég kunni ekki neitt. Ég kunni ekki neitt að vera verslunarstjóri. Ég sagði það líka. Já. Ég kann ekki að vera verslunarstjóri. Já. En hvað þarf að kunna til að vera verslunarstjóri? Þarf maður ekki að hafa þetta bara í sér? Jú, kannski og að geta búið til lausnir. Já. Þú veist, að sjá lausnina. Já. Og eins líka bara að vera opinn fyrir nýjungum og vera fljótur að tileinka sér nýjungar. Vera snöggur að finna pláss, það er náttúrulega höfuðmál. Já, plássi, já. Finna pláss. Já. Þannig að þetta bara mjög skemmtilegt. Já. Þetta var byggt upp úr gamlu bílaverkstæði, Baug. Já, Baugi. Já. Þetta var Baugur og þangað fór maður með Volkswagen bílinn sinn og Land Roverinn að gera við. Já. Og svo var þetta stækkað og gert það svo flotta verslunarhúsi sem þeir í dag. Já. Er þetta nógu stórt? Nei. Þyrfti að stækka? Já, ég myndi alveg geta að hugsa mér að þetta kannski myndi stækka 1500 til 2000 fermetra. Svona mikið? Já. Þannig að væri svona góð vinnuaðstaða fyrir alla. Og eins líka aðkoma fyrir viðskiptavinni. Því að miðað við vörumagn þá ansið þröngt. Við viljum hafa það helst allt sem til í Reykjavík. Já. Sem að þýðir að við getum það ekki en við reynum eins og við getum. Já. Og það þýðir þrengsli. Já. Er það vont, erfið vinnuaðstaðan á bakvið? Já. Hún getur verið dálítið flókin, sérstaklega í miklum kuldum. Já. Að þá erum við með opið út. Já. Við klæðum okkur þau kuldagalla og vettlinga þegar við erum að taka upp vörur. Þannig að þetta er svona á eftir. Þannig að ég sé þig þá í rauninni í kuldagalla með vettlinga vegna þess að þú ert í öllum störfum. Já, þú getur séð mig í einhverjum galla, þá er ég líkin og frosti kannski eitthvað að vesennast. Verður aldrei þreytt á þessu?
95% er skemmtilegt, 5% er minna skemmtilegt. Hvað er minna skemmtilegt sem byrja á því? Það er ef að koma upp einhverju svona krísur meðal starfsmanna, ef að koma upp svona einhverju væringar, þrætur eða eitthvað að mér finnst það eiginlega svona erfiðast í þessu. Á það ekki við þig? Jú, það er allt í lagi að miðla málum, en mér finnst samt að mér finnst það oft erfitt. Þú ræður fólk? Já. Og þú rekur fólk? Já. Hvernig er það að reka fólk? Sko, við rekum náttúrulega ekki fólk nema með fyrirvara það að það sé búið að fá áminningar. Já. Þá er því sagt upp. Já. Ef það breytir ekki neinu í sinni hegðan. Já. Hvað er það helst sem að kemur upp hjá fólki varðandi það að það þarf að láta það fara? Það getur verið mætingar. Það getur verið ýmislegt. Mætingar, vinnusemi, neysluhlýjen. Þú veist, það verið að brjóta reglur neysluhlýjen. Já. En er þetta ekki þannig starf að maður þarf í rauninni svona alltaf að vera svona fylgjast með og þú vinnur í ákveðinni deild og þú vilt halda þinni deild fallegri og alltaf nú af örum að slíku, er þetta ekki bara þannig? Þetta var meira deildaskipt hér áður fyrr. Já. Núna er það ekki, við erum orðin töluvert mikið færri. Já. Og þá er það bara gott að við getum hjálpast öll að. Hvernig helst svona búð eða svona fyrirtæki eins og Hagkaup á starfsfólki? Það var mjög stabilt fólkið hér áður fyrr, en núna er þetta svona meiri stutt stoppistöð hjá mörgum. Já. Og mikið náttúrulega af krökkum sem að vinna hjá okkur sem í menntaskóla, háskóla, framhaldsskóla eða jafnvel 10. bekk grunnskóla sem með þetta sem aukavinnu og svo náttúrulega skilja leiðir og þau fara eitthvað í áframhaldandi námi eða vinnu annar stað sem tengjast þeirra námi. Eru margir sem að hafa svipaðan starfsaldur eða svona háa starfsaldur eins og þú? Núna í Hagkaup, á Akureyri? Já. Nei. Engin? Nei. Hvað eru þeir sem hafa? Sko næsti er með 20 og rúmlega 20 ár, milli 20 og 25. Já. Er þetta semla borgað? Ég á ekkert endur við þín laun, heldur bara svona ef að ég kemi inn og fengi vinnu hjá þér og... Sko verslunartaxti er ekki hár. Nei. Hann er ekki hár. En fer Hagkaup eftir verslunartaxta? Já. Algjörlega? Já. Skammist ykkar, það má ekki segja það. Er það ekki allt og lágt? Sko, hverjir semja fyrir okkur? Það er spurningin. Já, akkurat. Já. Hvernig er þetta þegar þú ert alltaf í vinnunni? Það eru stórhátíðir, það eru jól, það eru opið frá morgni til kvölds og stundum eru opið allan sólarhringinn. Hvernig er þá heimilislífið? Það er bara mjög skemmtilegt. Hver er maðurinn þinn? Hann er Ásgeir Baldursson úr Mývatnssveit. Og hvað er þið að börnum? 6 börn. Og öll heima? Nei, þetta er allt orðið fullorðið fólk. Já. Það er ein heima hjá okkur í sumar sem er reyndar í háskólanum svo fyrir sunnan og veturnar. Já, þetta er orðið fullorðið fólk. Já, en hvernig var þetta þegar börnin voru lítil og þú varst mikið að vinna og maðurinn jáfnvel líka að vinna og svona, hvernig? Ég var 26 ára þegar við rugluðum saman reitum og hann með 3 börn og þá bara ákveði það að taka þetta bara með stæl. Þú veist, ég væri mamma þeirra þegar þau væri hjá okkur og ég væri líka vinkona þeirra. Og það bara gekk eftir. Já. Og þau eru öll miklu vinir, krakkarnir. Þannig og öll eru búsett hér nema ein, hún er í Reykjavík. Og þetta bara gengur mjög vel. Já. Þegar þú komst heim á kvöldin, opið til 8, þú kemur heim klukkan 9:30, búin að gera upp og undirbúa búðina fyrir næsta dag. Beið þá steikinn á borðinu? Þá bara beið maturinn, tilbúinn. Hann náttúrulega er alltaf eldandi. Maðurinn þinn? Já. Alltaf eldandi og ég stundum segja, hvernig er þetta? Getum við aldrei borðað snarl? Er hann úr sveitinni? Já, og það er bara, þú veist, hann eldar mjög góða mat og er mjög duglegur heimilisfaðir. Já, erst þú góð að elda? Já, þegar ég er heima, þá finnst mér mjög skemmtilegt bæði að elda og baka og taka móti gestum og krakkarnir sækja mjög mikið til okkar og við erum mjög ánægð með það. Þannig að Þórhalla, hvaðan ertu?
Raufarhöfn. Raufarhöfn? Eins og einhver segja, af öllum stöðum þá ertu á Raufarhöfn? Já. Þú ert fædd þar? Já. Og uppalinn? Já. Þangað til ég var 14 ára, þá flytur mamma, hún, sko var föðurlaus kornabarn. Hún giftist svo aftur þegar ég var 7 ára og flytur svo í Skinnastað, hann var prestur. Á Skinnastað? Já. Hver var það? Sigurvin Elíasson heitir hann. Já, hver er mamma þín? Hún hét Jóhanna Björgvinsdóttir. Já, og hún ólði upp sem sagt. Já. En þau voru á Raufarhöfn? Já. Hvernig var? Raufarhöfn var bara aðal staðurinn? Það var æðislegt. Það var yndislegt að alast upp á Raufarhöfn. Það var svo mikið frjálsræði. Ég náttúrulega var sett í síld mjög lítil vegna þess að ég var alltaf að gera eitthvað að mér. Varstu sendið í það að vinna? Já. Ég var mjög virk. Já. Ég var alltaf að brasast eitthvað, tók spari kannski vasaklútana með mig og skúraði gólfið með þeim eða eitthvað, þú veist. Ég var alltaf að gera eitthvað sem ég var kannski ekki alveg vinsælt, ég þurfti að vinna mikið. Já. Þannig að það var ákveðið að ég færi bara með inn í síldina 5 ára. 5 ára? Já. Þegar ég verið í síld 5 ára? Já, það var bara mjög skemmtilegt. Hefðir þú ekki verið, mæld ofvirk? Örugglega allt sem hægt að mæla. Og ekki kannski athyglisbrestur en ofvirk allavega? Já, ég var allavega mjög virk. Þú varst mjög virk? Já. Það segja mér, mágkona mömmu, hún segir mér að ég hefi yfirleitt sönglað þegar ég var að gera eitthvað að mér. Þannig það var alltaf hægt að nálgast það. Nei, þetta að alast upp á svona stað á þessum tíma hlýtur að hafa verið magnað. Já, þetta var yndislegt. Og eins bara, þú veist, mér fannst alltaf sól á sumrin og svo mikil snjór á veturnar og svo vorum við sett í tunnuvinnu og stafla tunnum eða negla tappa í tunnu sem búið var að bora og þetta var bara ævintýri. Alltaf nóg að gera? Já. Fenguð þið borgað? Við fengum borgað. Þú varst að vinna og vannstu þarna sem krakki, dundaði með mömmunni, var svona í kringum hana 5 ára. Já. Hvenær byrjaði svo að vinna í síldinni sjálf? Ég held ég hef verið bara 10-11 ára. Þegar ég fekk fyrsta merki þegar rann hann í stígvélið. Já. Það var æðislegt. Já. Og þá varstu að byrjaði að vinna þér inn fyrir peningum? Já. Og hélstu þessu áfram, hvað varstu lengi í síldinni? Það síldin náttúrulega fór, þannig að 66 eitthvað já, þá fór hún. Já. Þannig að ég var bara í síld á sumrin þar til og svo hjálpaði upp á sjómannastofunni líka þegar mamma og þau ráku sjómannastofu. Já, fyrir sjómennina sem kom á bátafengi í Helsingu og þess að þar. Já. En hvernig var þetta? Sumarið, mikil vinna, hundruð eða þúsundir manna sem að koma til að vinna á staðnum. Já. Hvernig var svo þegar allir fóru hausti? Það var náttúrulega ragararnir og það var verið að vinna áfram fram á haust. Hverjir voru ragarar? Það voru kallar svona sem fóru yfir tunnur. Já. Og svo komu rússarnir og fóru yfir hvað átt að senda. Það stóð ABBA á sumum tunnunum og eitthvað. Þannig þetta var sendt til útlanda og þetta var vinna hjá fólki fram í október. Já. Oft á tíðum. Já. Þannig að þetta var svo ekki mjög langur tími. Og hvað tók svo við? Svo náttúrulega tók skólinn við og hjá fólki og ég veit ekki hvað fólk var að vinna við aðallega á veturnar. Nei. En mamma var nú ráðskona líka í Hafsilri á síldaplan Já. Og eins hjá síldaverksmiðjunum. Bjóð til mat handa því liði? Já. Það var oft yfir veturinn. Heyrðu, áður en við höldum áfram, þá skulum við hlusta hérna á lítið lag sem þú hefur valið. Já. Hvað er það? Heyrðu, þetta er Dr. Hook. Já. Þetta var diskur sem sem eru margar minningar þegar breytingin var, ég flytt úr Mývatnssveit og til Akureyrar. Já. Þannig að diskurinn er hér. Og þetta er svona safndiskur sem og lagið heitir I don't want to be alone tonight. Dr. Hook, spilum það. Your phone's gonna ring in the darkness of night, and you'll rise from the bed where you lay. And you'll answer, hello,
this love is gonna say. I don't wanna be alone tonight. I don't wanna be alone. And I had to call someone who used to care. I don't wanna be alone tonight. I don't wanna be alone. So say that you still want me, and I'll be there. Dr. Hook spilaði fyrir Þórhöllu Þórhallsdóttur verslunarstjóra í Hagkaup þegar hún var lítið stelpa í síldinni á Raufarhöfn. Landsfræg böll á Raufarhöfn. Já, það var böll í landlegum og það voru böll ofta alla daga vikunar. Já. Og ég man þetta var mjög spennandi þegar hljómar komu. Þá fengur að gista á sjómannastofunni. Já, hjá mömmu. Já, þetta var ekkert smá flott. Já. En var þetta ekki í gamla húsinu? Jú, þetta var í gamla bíónu hjá Bjössa í bíó og þeir voru bara á pínulitlum svölum í einu horninu. Bara svona hillu? Já, þetta var eiginlega hilla. Já, það er alveg satt. Já. Og svo náttúrulega voru margir þarna inni og margir misölvaðir. Já. Og ég man ég fékk að fara þarna inn bara til að sjá þegar hljómar voru. Ég var pínu lítil og mátti ekkert vera þarna inni. Já. En ég var hrædd við þetta. Nú? Já, mér fannst þetta allt og mikið af fólki og það var mikið eitthvað svona með flöskur og þannig Og mikið hávaði og mikið blessaður og faðmast og... Já, kannski slegist eitthvað. Já, vissulega. Það fylgdi ákveðið, ég líka. Já, en þarna var eins og þú segir, þetta var gríðarlegur fjöldi af fólki. Rosalega mikill fjöldi af fólki og margir örugglega flottir karakter sem hafa verið mjög frægir hér á landi hafa unnið þarna. Já. Þegar þeir voru ungir. Já. Kannski á háskólaárunum sínum eða eitthvað. Sagði mér einhver sem var þarna sumri til, ég kom nú aldrei hérna á ball, hann sagði maður keypti sig inn í dyrnar og svo var svona margt fólk og mikið straumur og maður var allt í einu komin út hinum megin. Já, hliðardyrnar. Já. Og þurfti þá að fara að koma sér inn aftur. Já. Þetta hlýtur að hafa verið magnað. Þetta var ótrúlega mikið. Já, þetta var mjög, mjög skemmtilegt. Þú segist að farið frá Raufarhöfn 14 ára? Já, þá fór ég til Eskifjarðar til að vera eitt sumar hjá föðurfólkinu mínu og ég held ég hafi nú verið send þangað því að ég vildi ekki flytja og þau voru að flytja í Skinnastað. Já. Það átti eitthvað að létta undir með þeim og ég færi. Já. Ég ímynda mér þetta. Þetta er náttúrulega ekkert víst að þetta sé svona. Nei. En ég man að Halli frændi, hann sótti mig á Egilsstaði, fór með flugið þangað og hann sótti mig á gömlu Moskvit. Og þetta var ævintýri að fara í gömlum rauðum Moskvit bara. Já. En við ferðumst þarna fyrir austan. Þá fór ég yfir Oddsskarðið og á Moskvit og heimsótti svo Döggu frænku á Egilsstöðum og alla ríka frænda og þú veist, þetta var bara ævintýri. Já. Mér fannst þetta mjög skemmtilegt sumar. Hvað varstu lengi hérna fyrir austan? Ég var bara sumarið. Já. Svo fór ég aftur í Lund í skóla. Já, hvernig var með skóla? Hvernig litu krakkar á sem að voru í alveg mikilli vinnu við sumarið og annað. Hvernig litu þau á framtíðina eins og nám og annað slíkt? Það var mjög mismunandi hvert að fólk fór að heiman í skóla. En flestir fóru að heiman í skóla. Já. Allavega mjög margir. Það komu margir hingað til Akureyrar? Já. Veit ég? Já. Og fóru líkir til Reykjavíkur og svo í Heimaustaskóla. En menn þurfti að fara burtu? Já. Hvaða skóla tókst þú á Raufarhöfn heima? Ég var bara upp í annan bekk. Já. Og svo fór ég í Skinnastað eða í Lund og tók þar 3. bekk. Við vorum á milli 2, ég og Ella vinkona, við vorum svona milli bekkja. Þannig við fylgdum bæði 2. og 4. bekk. Já. Og tókum eitthvað próf út til því. Já. Og svo fór ég til Reykjavíkur og var í Gagnfræðaskóla Austurbæjar. Já. Og síðan fór ég ekkert meir í skóla. Þannig að ég fór svo í Húsmæðraskólann á Laugum. Og svo hef ég tekið bara námskeið svona í háskólanum og
og svoleiðis. Og þá í tengslum við vinnuna? Já. Verður þá svona einhver rekstur og viðskipti og þess aftar? Já. Og hvernig hefur líka það? Mér finnst það æðislegt. Já, er það? Já. Getur alveg hugsað þér að setja þessu skólabekk? Já, því ekki. Já. Mér finnst þetta bara gaman. Þú veist, ég held þetta sé fróðleiksfýsn. Já. Ég held það. Hefur hún fylgt þér? Já. En sko, varð kannski eitthvað úr að menn bara ílendust þar að segja, urðu bara eftir heima og fóru aldrei neitt? Já. Og héldu áfram að búa fyrir austan? Já. Það eru nokkri sem að gera það. Ég meina, fóru þið þá ekki bara í sjómennsku eða? Það var mikið náttúrulega trillusjómenn. Já. En það voru ekki togarar þegar ég var alast upp þarna. Ferðu oftur Raufarhafnar? Allt og sjaldan. En ég fer, þá vil fara sléttuna til að finna þaralyktina. Það er gamla lyktin sem ég man eftir. Þú manst eftir þeirri lykt og þú leggur það á því að keyra sléttuna til þess að gera það? Já. Nú er komin ný fín aðkeyrsla inn að bænum. Já, við förum hana líka. Já. En önnur leiðin er mín leið. Áttu fólk á Raufarhöfn? Já, ég áreindar örfá ættmenni þar. Helgi, frændi minn, hann er við erum systkinabörn. Hann býr þarna á samt konu sinni. Helgi Rafvirki? Já, Helgi Óla. Þekkja allir Helga? Já. Og svo Dúa frænka. Hún er kölluð Dúa, hún er til Gunnur Sigþórsdóttir. Já, og hún býr þarna líka. Já. Komstu með eitthvað með þér sem ég baði það er að segja eitthvað sem þykir vænt Já. Gerður það? Já. Já, ég var að skoða það. Já. Ég kom nefnilega með Ég kom með þessa flösku. Já, drakstu úr henni sjálf? Nei, þetta er flaska ég sigldi öll heimsins höf í huganum. Eignaðist þetta þegar þú varst lítið stelpa? Nei, þetta var náttúrulega á hillu heima hjá mér. Amma átti þetta og mamma fékk þetta og þetta var alltaf á sömu hillinu og ég á hilluna og flöskuna. Nei, er það? Já, þannig að ég sigldi mjög mikið með þessari skútu. Já, maður sjá. Já. Í huganum. Já. Og þetta er búið til, nú þarf maður að gleru. Já. Og þetta er búið til semst inn í flöskunni. Já. Væntanlega. Já. Veistu hvað þetta er? Nei, ég hef ekki hugmynd um það og mamma hafði ekki hugmynd um það heldur. Þetta er nú einhverstað suður Evrópu, Spánn eða Portúgal eða eitthvað svoleiðis. Það gæti verið. Þetta, maður man eftir þessu. En er þetta þannig að þetta hreyfist ekkert? Þetta hreyfist ekkert, nei. Og varstu bara að horfa mikið á þetta? Já, ég stóð upp í dívaninum í stofunni og það mátti ekki koma við, það mátti aldrei taka þetta. En maður fekk að fara stundum inn í stofu í Háholti þar sem ég var alin upp og þá stóð ég upp og ég sigldi í huganum. Hvert fórstu? Ég fór til Færeyja, svo fór ég bara eitthvað langt til útlanda og mér langaði kannski aldrei að koma heim og eitthvað svona Já. Og allt í flöskunni? Allt í flöskunni. En hefur það látið verið eitthvað að því að ferðast? Nei, ég hef nú aðalega farið bara til sólarlanda. Já. Og mér finnst það ægilega þægilegt. Já. Helst að vera í fæði, þannig ég geti bara velt mér út á bekk og inn á borða út á bekk. En það sést á mér. En hvað þá Ásgeir manniðinn? Já. Vill hann ekki fá að elda í útlöndum? Nei, það er ekkert í boði. Nei, það er ekkert í boði. Nei. Okkur finnst það gott að fara annars slagi til útlanda. Já. Og einhvern tíma vorum við nú á þeirri línu við fórum ég vildi nefnilega aldrei fara til útlanda. Já. Ég sagði það að ég vildi aldrei fara til sólarlanda, ég nennti því ekki að liggja einhver staðar og gera ekki neitt. Já. En svo sagði ég honum að þegar hann vildi endilega fara þangað, að ég skildi svo sem kom með honum í þetta skipti. En svo var þetta bara mjög þægilegt, þannig við höfum farið nokkrum sinnum. Þannig að þið farið nokkrum sinnum og hafið farið nokkrum sinnum til útlanda. Já. Og þá farið þið helst eins og þið segir bara í svona, bara til þess að slaka á. Já. En við fórum þarna nokkrar ferðir í svona verslunarferðir, eins og það voru nú kallaðar. Já. Og maður var svo lúinn. Þú veist, það fannst mér þreytandi. Það var verið að fara til Glasgow. Já, og Edinborgar, Dublin. Já. Fórstu í eitthvað svoleiðis? Já, ég fór til þessara staða. Já, til þess að versla. Já. Verslunarstjórinn í Hagkaup. Já.
Já. Þótti það ekki sérstakt að þú væri að gera það? Ég veit ekkert það. Ég spurði nú ekkert að því, ég spurði nú ekki leyfis hvort ég mætti fara til útlanda. Nei. En þetta var samt, þú veist, við fórum alltaf með svo skemmtilegu fólki, þetta var bara dásamlegt. Já, bara skemmtiferðir. Já. Búin að taka sumarfrí í sumar? Já, ég var í júní. Fóruð þið júní? Já. Já, fóruð þið til útlanda? Nei. Hvert fóruð þið? Norðurlandi var mjög hlýtt og gott, þannig við fórum lítið annað en á Norðurlandið. Við fórum að veiða og smíðum pall í Baldursheimi, þar sem við höfum afnotahúsi. Já, þaðan sem maðurinn er. Já. Smíðu pall þar. Já. Skrúaði þú? Já. Sagaðir? Já. Alveg með vélunum og allt? Auðvitað. Við gerum saman hlutina og það skiptir ekki máli hvort ég sagaði, hann sagaði eða ég skrúaði, hann skrúaði. Er það svo? Já. Ef að strikka þetta atriði út líka á þættinum við það? Ég veit það ekki. Nei, hvað er þetta að segja? Það er búið að vera gaman að spjalla við þig. Varstu kannski með eitthvað meira? En þetta? Annan hlut, já. Já, ég var með annan hlut sem að ég fekk eftir pappa minn. Sem að, ég get sýnt þér. Ég fekk þetta reynda þegar bara hann er fullorðinn. Þetta er seðlaveskið hans, merkt honum. Það var búið að liggja úti því að hann lá úti, hann dó úti. Og og það eru skömmtunarmiðar í þessu meðal annars. Hvenær gerist þetta? 1953, bara fæðingarárið mitt. Já. Og það eru skömmtunarmiðar úr brauðgerð, K.N. Thorn, meðal annars. Það voru svona skömmtunarmiðar fyrir smjörlíki og smjör og brauð og eitthvað. 5 krónur? Já. 9 krónur? 3 krónur? Þetta er ótrúlegt. Og svo er viðtæki sem hann hafði keypt hjá Jóni og Vigfúsi á Akureyri. Það er hér í veskinu, sko. Og eru seðlar í þessu líka? Já, seðlarnir fylgdu með. Sem að hafa verið alla tíð? Já, alla tíð. Þetta eru seðlar, þannig að þetta er dálítið merkilegt fyrir mig. Heyrðu, maður nú reyndar eftir svona seðlum. Já. Tíkallarnir rauðu hérna. Nú fara safnaðarnir á kreik og hringi. Já, ætli það ekki? Jú. En má spyrja, má tala um þetta, var þann úti? Já, þú veist, það var talað hann hefði orðið úti en frændi minn sagði mér þegar ég var 25 ára að hann hefði sem sagt skotið sig. Og skupilegt að heyra svona. Já. En þetta, láð þetta lengi úti? Já, hann fannst ekki held ég finn eftir hálfan mánuð eða 3 vikur. Þannig að þetta var náttúrulega allt rennandi blautt. Já, en þetta áttu? Já. Og ætlar að eiga? Já, að sjálfsög. Já. Heyrðu, það er Dr. Hook, það er seðlaveski og það er Draumaskútan. Já. Og það er Hagkaup. Já. Og það er Þórhalla. Já. Og veturinn kemur bráðum, sumar er búið að vera gott. Já, mjög gott. Gaman að spjalla við þig. Já, sömuleiðis. Takk hérlega. Takk. Hvítur mór, segi